Komið sæl og verið velkomin í Neysko. Í dag ætlum við að gera stórmerkilega og skemmtilega tilraun með tungun okkar. Tungun okkar er nefnilega býsna merkileg. Hún er, það er hægt að nota hana til að ulla, sem maður ætti alls ekki að gera. En það er líka hægt að nota hana til þess að smakka mat og drykki og það ætti maður að gera sem mest af, er það ekki? Jú. Já, til að hjálpa mér í því þá hef ég fengið matargötin og stundin okkar, Ylfu og Mána. Velkomin. Takk fyrir það. Hvernig líst ykkur á þetta? Bara svolítið. Eigið þið uppáhaldsmat? Sushi. Ok. Og pasta. Pasta. Hvernig pasta? Spagetti. Já, með einhverju tómatsósu eða parmesan eða... Mér finnst mjög gott að hafa pítsusós. Pítsusós, ok. Áhugavert. En vitið þið eitthvað merkilegt um tunguna? Já. Já? Hann er eini vöðvinn sem er tengdur við einn enda en ekki einn. Ok, það er enda mjög merkilegt. Ég vissi það ekki. Til dæmis merkilegt, ef maður skoðar tunguna, þá er hún svona hrufótt, eða ekki? Jú. Já. Þetta eru bragðlaugarnir, eða ekki? Og á þeim er pínlítil hár. Þannig að þegar við smökkum einhvern mat, þá senda hárin skilaboð næstu á ljósraði upp í heilann það hvernig hlutir eru á bragðið. Og ég var að prófa að smakka nokkra. Já. Þegar við getum fundið ýmiss konar bragð, ekki? Við getum fundið salt, sætt, súrt og beiskt. Já. Þannig ef við smökkum hérna appelsínudjúsinn, hvernig bragðið er að honum? Beiskt. Beiskt? Ok. Svona sætt. Svolítið beiskt, pínu sætt, smá súrt eða ekki líka? Jú. Ok, en ef við höldum fyrir nefið og tókum Manna að hrópa, þá fórum við hella í eyrun. Já. Og hvernig bragð fundið þið núna? Súrt. Fannst þið súrt? Já. Ok. Ég fann meira sætt. Já, ég fann eiginlega ekkert bragð. Af því að það er líka lyktaskynið sem hjálpar okkur að finna bragð. Já. Þannig að lyktaskynið og bragðskynið þarf svona að vinna saman. Já. Og vitið hvað þetta er? Kaffi. Þetta er kaffi. Finnst ykkur kaffi gott? Nei. Ég var að smakka. Eitt svona skot af kaffi. 1, 2 og... Ok. Nú grettu þið ykkur. Af hverju grettu þið ykkur þegar þið smakkið kaffi? Hvernig bragðast það? Það er ógeðslega beiskt. Já, af hverju finnst krökkum kaffi vont? Var það svona rosalega vont? Já. Þetta er ógeðslega beiskt. Ok, af hverju finnst krökkum beiskt bragð og vont? Einhverju hugmynd? Af því að við erum með sterkari blóð. Já, þeir eru með fleiri. Þeir eru með fleiri heldur en fullorðna fólkið. Þeim fækkar svona þeir sem eru virkir með aldrinum. Já. Og krökkum finnst beiskt yfirleitt vonda bragðið af því að það er rosalega stór merkileg skýring á bakvið það. Af því þeir eru lítil eða ekki, þá eru svona pínu óvitar og við setjum stundum upp í okkur eitthvað sem við eigum ekki að borða. Stundum jafnvel eitthvað sem getur verið hættulegt. Og í náttúrunni er eitur beiskt á bragðið. Þannig að tungan er með hlífðarskjöld eða varnarbúnað sem veldur því að þegar við setjum eitthvað beiskt upp í okkur eins og eitur, þá spýtum við því strax út úr okkur og það kemur í veg fyrir að við deyjum. Hjúk. Það er góð skýring. Já. Er það ekki? Jú. Finnst ykkur ekki pínu merkilegt? Jú. Já. Það er svona merkilegt. En ef þú smakkaði eitthvað hérna? Osta. Það er góð lykt af þeim, finnst ykkur það ekki? Nei, það er vond lykt. Vond lykt? Vond lykt. Ok, hérna eru mygluostar. Ef þú smakkað þá, þá fáðu þið bita. Hvernig finnst ykkur þetta? Þetta var fyrst. Svolítið gott. En ekki það besti. Nei. Var það mikið? En við finnum hana líka svolítið sætt, eða ekki? Pínu salt. Og súrt. Já. Ok, vitið hvað við köllum það þegar þessi brauð blandast saman? Við köllum það umami. Umami. Já, það er mjög mikið umami í osti eins og þessum hér. Hefur smakað hann? Já. Og finnst hann örugglega svolítið góður, smakaði hann? Karmela. Karamella, nákvæmlega, finnst ykkur skrítið? Það er engin karamella, en við finnum samt bara karamellu. Það var skrítið. Þannig að svona parmesanostar hafa mikið af svona umami sem okkur finnst alltaf rosalega gott að bragða. Það er búið að blanda öllum bragðtegundunum saman og tungan skynja það. En hvað með þennan hér? Þennan hérna appelsínugula, finnst ykkur hann ekki svolítið sætur? Þetta er svona hvít mygluostur. Svolítið svona blautur, nei. Já, smakka hann. Það gera bara svona? Já, bara einn stóran bita og vilt. Finnst ykkur gaman að smakka mat? Já. Já. Ekki alltaf. Þessi er góður, sko. Finnst ykkur ekki? Nei. Nei. Það? Býttu fengið að súpa smá djús? Ég vil ekki kringa hann. Oj!
Krakkar. Ok, en þessi hérna ostur, hann er eiginlega mitt uppáhald. Sjá hann er svartur og fallegur. Ef þú hringir sjúkrabíl. Mér langar ekkert að smakka núna. Þessi er rosa góður. Hann lítur út fyrir að vera það er svona gas sem kemur frá bakteríunum í ostinum sem gefur frá sér þessa lykt, svona brennisteinsmýkt. Ég ekki fá mér núna stóra. Bakteríur í ostinum? Já, og það er myglan. Þannig að þið eru búin að borða bakteríur. En hvað, af hverju fannst þér þessi ostur ekki góður? Af því að, er þetta ekki bara eitrað og þetta? Mér langar bara að spýta út í mér. Já, þetta er kannski svona meira fyrir með fullorðið fólk að borða þetta, því að þarna fullorðna fólkinu hafa bragðlaukarnir veikst pínulítið. Þannig að fullorðna fólki kannski finnur ekki sama bragð og þú af þessum ostum. Þetta er sama með grænmeti, því að margt grænmeti er beiskt. Þannig að þess vegna finnst krökkum oft grænmeti ekkert sérstaklega gott. En svo getum við eldað það, þá getum við losa fullt af þessum beiskubrauðum úr grænmetinu, jafnvel sett einhvers konar svona dressingar á það, einhverja sýru, og þá deyfum við beiskubrauðið og þá getum við borðað það betur. Hvernig fannst ykkur þessi tilraun? Allt í lagi. Já, en það er stundum sagt að maður þurfi að prófa sama mati kannski 10-15 sinnum til þess að læra að þykja hann góður. En það virkar ekkert alltaf, því við erum öll með mismunandi bragðlauka. Þannig að okkur finnst mismunandi hluti góðir. Það ekki? Jú. En ef ekki bara hvetja krakka til þess að prófa að smakka osta sem eru kannski vond lykt af og bara vera duglega að borða grænmeti og allt slíkt heima á sér. Það ekki? Jú. Þannig að við þökkum fyrir okkur í dag og sjáumst seinna.